Guð gefur okkur í dag stórkostleg forréttindi og blessun sem að taka móti systur María Luisa okkur. Guð sagði við systur María Luisa fyrir mörgum árum þegar kirkjan var að byrja. Hann sagði hana, ég mun styðja þig andlega og efnislega og við höfum séð þennan blessun frá Guði upprætast. Blessaður sé Guð. Ég ætla að bjóða ykkur að opna Biblíuna í Jesaja, kapli 61. Jesaja, kapli 61. Við opnum Biblíunar. Í suma Biblíunum þetta blaðsíðu 951 og okkur langar að heilsa upp á öllum sem að heimsækja okkur í dag og verið velkomin í kirkju lifandi Guðs. Og í dag mun Guð gefa ykkur stórkostleg blessun sem að vera með í þessari stórkostleg blessun. Við ætlum núna bræður og systur að byrja að lesa í Jesaja 61 og það stendur: Andi drottins yfir mér, að því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja nauðstöddum gleðilegan boðskap og til að græða þá sem hafa sundurmar í hjarta, til að boða herteknum frelsi og fjötruðum lausn. Til að boða náðarár drottins og heldardag Guðs vors, til að hugga alla helda. Til að láta hinum hreldu í Síón í gefa þeim höfuðdjást í stað ösku, fagnaðarolíu í stað hryðar, skartklæði í stað hugarvíls. Þeir munu kallaði verða réttlætis eikur, plantan Drottins til vegsendar. Þeir munu byggja hinar fornu rústir, reisa að nýju tóttir fyrir tíða, koma upp aftur einnum borgum sem legið hafa velli í marga mannsalda. Útlendingar munu standa yfir hjörðum yðar og halda þeim til haga og aðkomnir menn vera akurmenn og vingarsmenn hjá yður. En sjálfir munu þeir kallaðir verða prestar drottins og nefndir vera þjónar Guðs vors. Þeir munu njóta fjárafla þjóðanna og stæra yfir af auðlegð þeirra. Og drottin sé lofið. Blessaður sé Guð sem hefur komið með okkur í kirkjuna til að gera okkur að konungum. Mér langar að biðja ykkur að fá ykkur sæti, bræður og systur. Við ætlum að syngja til Guðs. Og þegar hjartað okkar ánægð, hvað gerist þá? Þegar við erum glöð, þegar við erum ánægð, það sem við gerum að syngja. Hefur það komið fyrir ykkur? Og þegar við erum svo ánægð, það sem við gerum að syngja til Guðs. Við ætlum að syngja 146 lofsöng 146. Firme sin temor, vamos a vencer al
Hversu stórkostlegur er Guð. Ég ætla að biðja ykkur að standa upp og við ætlum að syngja til Guðs með greind, með hjartað okkar, með opin hjarta. Guð gaf systir Maríu okkar stórkostleg loforð og systir Maríu vill að við séum að hugsa þegar við erum að syngja, við séum glöð og hamingjusam þegar við syngjum til Guðs. Við ætlum að syngja kór númer 152 en við ætlum einnig að taka þessari stund til þess að gefa systirinn Rakel, til þess að heilsa upp á hana. Hún er kona bróðinni Carlos Baena sem er yfirpresturinn kirkjunnar. Og dóttir þeirra, Sara, vertu velkomin, þetta er einnig húsið þitt. Og við ætlum einnig að heilsa upp á systir Maríu. Guð sé Guði. Og við ætlum að syngja kór 52. Kór 52 sem bara titli Kirkjan er þín. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Og blessaður sé Guð, bræður og systur. Við viljum heilsa upp á systur okkar Maríu sem er leiðtogi okkar. Þið bræður og systur hér í Madrid, mér langar að heilsa upp á ykkur sem eru að heimsækja okkur frá öðrum stöðum og líka til þeirra sem eru að fara að sjá okkur að myndbandi daginn í dag. Við erum mjög ánægð og við viljum heilsa upp á ykkur og Guð, við viljum að Guð sé að blessa ykkur öll og að þið fáið blessanir frá Guði. Og við viljum þakka Guði fyrir að leyfa okkur að koma saman sem kirkja einu sinni enn til þess að lofa Guði. Ég var að hlusta á ykkur syngja þessi kór og hvernig þið eru að syngja þessu saman og það eina sem að ég hugsa alltaf ég vona að þið séu að setja hjartað ykkar og sál ykkar í þessu. Og
að þennan tíma sem við tökum frá til þess að koma og safna saman, að það sé tími sem að við tökum frá bara fyrir Guð, að við séum ekki að hugsa annað eða vandamálin eða allt sem í gangi alltaf í okkar heimili, í okkar líf, heldur að þegar við komum hér að þá ætlum við að gefa Guði öllu hjartað okkur til þess að elska Guð, ekki svo mikið til þess að fá frá honum, heldur til þess að gefa honum dyrðina sem að hann á skilið. Og það það sem að við þurfum að gefa honum dyrðina, og að hugsanir okkar og hjartað okkar séu í þeirri dyrð sem að við ætlum að gefa Guð. Í allt sem að við gerum, í öllu sem við gerum, að hugsanir okkar séu með Guði. Ekkert taki okkur í burtu frá Guði. Maður sé ekkert að trufla okkur, heldur að við séum einbeitt í því sem að við erum að gera til þess að þakka Guði, og við ætlum að syngja til Guðs. Við ætlum að syngja kór. Við ætlum að syngja kór sem talar sálið okkar til Guðs, að gefa Guði sálið okkar. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, ahora sí vamos a empezar. Systir María Luisa, í dag sjáum við hér í Spáni hvað við erum ánægð, og við elskum þig með okkar hjarta. Ég með spurning, ég smá ringlaður. Ég veit ekki hvernig ég á að útskýra þetta. Ef við fórum í síðara bréf Páls til Tímó, kapli 1, vers 7. Því að ekki gaf Guð oss handa hugleysis, heldur andamáttar og kærleiks og stillingar. Spurningin sem ég hef við sjáum að heilagur andi hér í kirkjuna, við getum séð hvernig hann gerir sig opinbera hér í kirkjuna og hvernig hann leiðbeinir okkur og leiðbeinir kirkjan, og við upplifum heilagum anda, og þannig að þegar við lofum Drottin og við erum að einbeita okkur, við getum fundið fyrir upplifanum með heilagum anda. Ok, þú varst að lesa sem sagt í síðara bréf Páls til Tímó. Ef við lesum í vers 6, það stendur: fyrir þá sök minni ég þig á að glæða hjá þér þá náðargjöf sem Guð gaf þér við yfirlagningu handa minna. Þannig að Guð var að gefa honum ráð að Guð hafi gefið Tímó
þessi andlegu gjafir. Og á þeim tíma var Tímó nú þegar einhver í kirkjuna, hann var spámaður og hann var predikari, hann var postull líka og hafði fengið öll þessum gjöfum frá Guði með handa yfirlagningu. Þannig að það var verið að segja við honum, gefa honum ráð að vera ekki hræddur, af því að Guð var að fyrir að gefa honum valdið sem að hann þurfti til þess að vinna með þessum andlegum gjöfum sem að hann var búinn að fá. Þannig að Guð sagði við hann að vera hugrakkur, að vera öruggur, að vera trúfestur, að treysta á Guði, að Guð svo sem að gefur andlegu gjafirnar til þess að vinna fyrir sig, til þess að vinna fyrir þjónustuna sína. Og einnig erum við með eitthvað sem að gerist í kirkjuna sem að eru illir andar sem að koma til þess að sveikja fólk, Þannig að þegar djöfullinn fattaði að Guð var búinn að gefa fólkinu andlegum gjöfum í gegnum heilögum anda, að þá sendi óvinurinn líka illir andar til þess að plata fólk sem var ekki að standa sig með Guði. Og hann sendi til þess að plata fólk, til þess að plata fólkinu. Og þegar það ekki skilning, ekki nóg mikið skilning, að þá koma djöflar og stundum gerir óvinurinn það að verkum að hann platar fólk til þess að hugsa að fólk sé með andlegu gjafir, og hann hermar eftir allt sem að Guð gerir, með drauma, með spádóm, með að tala í tungum og með öllu þessu óvinurinn að herma því sem að við gerum í kirkjun. Og þess vegna þurfum við að passa okkur vel, að sjá hversu, þegar einhver að gefa mér spádómur eða að sjá sýnir eða svoleiðis, hvenær það heilagur andi, eða hvort það sé illur andi sem að reyna að plata okkur. Og þau sem eru ekki að gera það rétta fyrir framan Guð eru þau sem óvinurinn að reyna að plata mest. Þannig að þau sem eru að ganga rétt fyrir framan Guð verða ekki notaðir af óvininum og mun ekki vera plataðir auðveldlega af þessum illum öndum. Þannig að óvinurinn mun alltaf með þessum afbrýðisemi sem hann hefur haft með kirkju Guðs, hann alltaf að reyna, hann alltaf að skoða, að reyna að fá að plata, sjá hverjir eru þá sem eru ekki að ganga vel fyrir framan Guð, hverjir eru þau sem eru ekki hreinskilnir við Guð. Og það það sem óvinurinn að gera. Þá fer hann að skoða og segir, ég með fórnarlambi hér, ég ætla að fara að plata fólk. Og þess vegna erum við hér alla daga í baráttunni. Við erum alltaf hér í baráttu. Og postulinn segir við Tímó, ekki vera hræddur, ekki óttast neinu. Þú verður að vinna með andlegu gjöfinum. En það að því postul Pál vissi hver Tímó væri. Og þess vegna var verið að gefa honum þessari ráð. En ef það manneskja sem trúir en samt að reyna að þykjast trú á Guð, að þá hefði Pál postul Pál postul sagt þá bara, þú þarft að fá handa yfirlagningu til þess að frelsa sjálfan þig. Þannig að við erum með tvær leiðir. Leiðir þar sem okkur sagt að vinna þessum andlegum gjöfum á þess að vera hræddir. En svo líka óvinurinn þar sem óvinurinn sem þar að fylgjast með við hvert hann getur látið dottið að fallið í gildruna. Þannig að við þurfum að biðja Guð að gefa okkur
gjöf til þess að gera okkur grein hvort að þessir illir, hvort að andarnir séu eitthvað sem kemur frá Guði eða hvort það sé eitthvað sem kemur frá óvinninu. Og við vitum að við þurfum að gera það rétt fyrir framan Guð svo að óvinninu plati okkur ekki. Það er mín ánægja að geta spurt þig í dag. Ég með nokkrar spurningar ég bað Guð að sýna mér hvað væri mikilvægasta spurningin og það hefur eitthvað sem að gera með það sem að þú ert að tala núna. Hvernig óvinnurinn platar okkur. Og við fórum í Jesaja 44 og við fórum í Jesaja 44 kapli 9, vers 9 stendur: Þeir sem búa til góða líkneski eru hver með öðrum hégóminn einber og dýrindismiðir þeirra eru að engu liði. Vottar slíkra guða sjá eigi og vita eigi til þess að þeir verði sér til skammar. Hver hefur myndað Guð og steypt líkneski til þess að það verði að engu liði? Ég systir mér langaði að segja þér í dag að spyrja hvort þú gætir útskýrt fyrir okkur með krossið. Hvað er krossið sem fólk er með í hálsmönnum og í armböndum og eru með það í húsinu sínu? Fólk hefur það í húsinu sínu og það er djöfullin er sem sagt að reyna að plata okkur með krossið. Og mér langar að spyrja hvernig það getur verið sem gildra. Já, með krossið. Krossið kom upp þegar Jesús var krossfestur og bara svo að sé klárt. Jesús Kristur var ekki fyrstur sem var krossfestur. Það var eitthvað sem var nú þegar til í Ísraelsliði. Og þetta var eitthvað sem þetta var bara venjan þá að krossfesta fólk á þeirri tímum þannig að þau sem voru svo sem slæmir eða slæmfólk voru krossfestir og það var leið til þess að refsa. Og þess vegna þegar Jesús var drepinn var hann krossfestur því það var svona ljótasta sem að fólk gat fengið. Það var svona það versta að því sá sem að var verstur eða svona slæmt fólk var það fólk sem að var krossfest og þess vegna og svo komu sem sagt trúarbröðin og tóku krossinn til þess að segja að við allt í einu vilja þau sem sagt þau vildu finna tákn eitthvað sem að kom, eitthvað sem að gerði það að verkum að krossið var allt í einu öðruvísi því það var sem tákn fyrir Jesú Kristur. En krossið í Biblíuna hefur tákn í Biblíuna sjálfu. Krossið var táknin syndirnar. Allir syndirnar í mannkyninu. Táknin fyrir syndirnar var krossið og þegar Jesú Kristur var krossfestur stendur þar að hann dó og var krossfestur sem maðurinn sem að syndgaði mest og þess vegna var hann krossfestur og ef að hann hefði ekki verið merktur sem sá sem syndgaði mest að það var krossfestur því það að vera krossfestur var fyrir versta fólki sem var þar. Þannig að
þegar fólk segir að þegar fólk með krossar á hálsmennunum og armböndunum og alls konar svona, þá eru þau að í raun og veru að ganga með syndirnar sínas. Og þegar við skiljum þetta og þegar fólk byrjar að hafa þessar krossar sem táknir og alls konar svona, að þá er þetta kallað skurðgoðadýrkun, af því þau byrjuðu að dyrka kross. Og sama er kallað skurðgoðadýrkun með fólki þegar fólk býr til dúfur. Og þegar Bíblan segir að heilagur andi þegar hann kom þegar heilagur andinn kom, þá sagði fólk að þau höfðu séð hann sem dúfur. Og að því hann var komið í þessu formi, byrjaði fólk að búa til dúfur og teikna dúfur og gera styttur og döfum að segja að þetta væri heilagur andurinn. Og Guð vill ekki að honum sé borið saman með svona hluti. Guð bannaði það að mannkynið gerði goða, hvort sem það var úr silfri eða gulli eða járn. Guð vildi ekki að fólk væri að búa til táknir með svona hluti. Hann vildi ekki að fólk myndi búa til Guð sem að myndi vera borin saman með okkar Guði. Þannig að Guð bannaði þessa hluti og bræður og systur, þau þurfið að munna. Ég ætla að minna ykkur á það að Guð sagði við Móses að gera brons snákur. Munið eftir því? Já, vitið það nú. Eru allir að lesa Biblíuna og fylgjast með? Ég held að nú séu ekki allir hér sem að kunna við þessari sögu, en allavega. Guð sagði við Móses að búa til brons snákur, og á þessum dögum að það refsaði Guð liðið fyrir að vera að syngja svona mikið, og Móses bað til Guðs og Guð sagði við hann: gerðu brons snákur og setja það efst í bænum, og allir sem eru veikir þurfa að horfa á snákurinn, og sá sem að lítur upp til þessara mun vera læknaður. Og það var þannig að allir byrjuðu að horfa á snákurinn eins og Guð sagði og urðu ekki lengur veikir. En það sem að gerðist var að Ísraelmenn tóku þennan snákur sem skurðgoð fyrir sig. Þau tóku snákurinn og fóru með snákinn út allt og bara hvar sem er þess að stoppuðu með snákinn og dyrkuðu snákinn eins og það væri fjársjóður. Þannig að þetta var sem skurðgoðadýrkun. Og þau höfðu þennan styttu í mjög langan tíma, þangað til að það kom konungur sem að treysti á Guði, sem að skildi hlutin á frá Guði og eyðilagði þessari snákur. Og það er það sem að gerist í krossinu. Og þegar að því Jesús dó að krossinu, að þá byrjaði fólki að búa til krossar, að biðja til þessa krossa, að vera í hluti sem eru með krossa, og þau eru með það í hálsinum og í armböndunum og í alls konar hluti, og þeir eru með það úr viður, úr silfri, úr gulli og alls konar. Og það er skurðgoðadýrkun, og sama með dúfurinn, að því þau sáu að heilagur andinn var að kom sem dúfur, að þá byrjuðu þau byrjuðu sem sagt að búa til dúfur, og það er skurðgoðadýrkun. Og stundum leyfir Guð efnilega hluti til þess að pröfa fólkið áfram, til þess að sjá hvort að
fólki fari í skurðguðadýrkun eða til þess að sjá hvort að fólk sé að dyrka hvort að fólk sé að dyrka Guði eða ekki. Þannig að krossi hefur engin túlkun þannig sé. Og krossið sem að hefur einhver meiningin á bakvið andlega krossið, að við vorum alltaf með kross sem að var fyllt af syndum, og krossið í raun og veru túlkar allir syndina sem að fólk gerir. Og þegar við komum í kirkjuna þá frelsar Guð okkur og manneskjan verður laus við þessar syndir. Þannig að Páll postul sagði að þau sem að trúðu á honum myndu vera frelsaði þessari kross, en ekki efnilegu krossi eða líkamlegu krossi, heldur við andlega krossi sem eru þessi syndir sem að fólk gerir. Og apostolinn sagði, þau sem að fylgja krossinum, þau sem að fylgja krossin Jesú Kristu, það er að segja að við yfirgefum syndir okkar og við iðrumst og Guð tekur þessi syndir í burtu frá okkur. Og það er það sem að það þýðir með krossið. Þannig að þess vegna erum við ekki að fara eftir þessari kross, og það hefur engin þýðing fyrir okkur, þannig sé. Og ég hef verið frelsaður frá mörgum hlutum. Ég hef verið frelsaður frá syndirnar og öllu þessu. Og við höfum sem sagt yfirgefið þessa lífið okkar, og fyrir okkur þá krossið andlega, ekki líkamlega. Og það er mjög mikið af fólki sem hefur fullt af krossum og sem með krossur á sig og skartgripir með krossum, og þetta er ekki eitthvað sem að þóknast Guði. Þetta tekur blessanir frá þér, af því að óvinurinn þar að reyna að halda þig í því sem að þú trúðir einhver tíma á. Þannig að fólk hugsa bara að þetta er gulli, ég get ekki losna mig þetta. Ef að þið langar svo mikið að halda gullinum, skaldu láta brána gullið og búa til einhverju öðru. Af því þetta verður eitthvað sem að mun vera sem gildra í andlega lífið þitt. Góðan daginn, systir María Luisa. Við vitum að Guð passar þig og blessir þig. Spurningin sem ég hef í Galatabréfi kapli 6. Þú varst nýlega að kenna trú og traust. Fyrir ekki svo löngu síðan. Og það stendur í Bíblunum að orðið sé sem ljós í lífið okkar, og stundum finnum við hindranir. Og það sem ég langar að vita er að því stundum lesum við Bíbluna, og það eru orð sem að stundum eru ekki. Stundum eru orð sem að þýða eitthvað á einu tungumáli og eitthvað af öðru tungumáli. Þannig að mér langar að lesa í vers 2. Beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krist. Sá þeim þykist vera nokkuð en þó ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sér hver rannsaki breytni sjálfsins, og þá mun hann hafa hrósunarefni í samanburði við sjálfan sig, en ekki miðað við aðra.
því að sérhver mun verða að bera sína byrði. Og í vers 2 stendur beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krist. Og í vers 5 stendur því að sérhver mun verða að bera sína byrði. Og þar ég ekki alveg að skilja þetta því það svolítið ósamræmi á milli þessa versa. Í hvaða vers segir þú að það sé ekki sama orðið? Þar sem að tala byrðirnar. Í 2 og 5. En ég ekki að skilja þetta alveg rétt. Þannig að ég ekki alveg að skilja. Þar sem stendur beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krist. Hvert að meina þá að ég ekki alveg að fatta hvað þú ert að spyrja. Í vers 2 og vers 5, ég ætla að reyna að útskýra það mismunandi. Í vers 2 og 5 ósamræmi. Mér langar að fá því til að útskýra fyrir okkur að því í vers 2 stendur beri hver annar byrðar og uppfylli þannig lögmál Krist, en í vers 5 stendur því að sérhver mun verða að bera sína byrði. Já, ég skil það þannig í vers 2. Í vers 1 stendur bræður, ef einhver misgjörð kann að henda mann, þá leiðréttir þér sem andlegir eru þann mann með hógvær og haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Hér verið að tala eitthvað sem einhver gerði og sem að aðrir í stað þess að dæma manneskjuna að þau gefi honum ráð í stað að gera ekki þessa hluti, að vera ekki að gera þessa hluti að iðrast. Og það það sem að segir að þegar hann segir leiðréttir þann mann með hógvær. Svo kemur í vers 2. Beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krist. Og þann vers hefur að gera með fyrsta versið. Þegar í fyrsta versi segir ef að einhver misgerir eitthvað, skuli það leiðrétta honum með hógvær, ekki vera að dæma honum, ekki vera að refsa honum of harkalega. Þið eru öll menn og þið geti verið freistaðir af óvininum, þannig ekki vera að dæma hver annari. Og þannig að Guð að segja í vers 2 að vera miskunnarfullur, að vera þolinmóður við manneskjan sem að syngaði, og því þú ert maður og gæti gert það sama. Þannig að Guð að segja ekki dæma, því þú gætir nefnilega lent í nákvæmlega það sama. Því það eru byrðir sem að einhver annar þarf að díla með, þá eru það byrðir sem að þú gæti þurft að fara í gegnum líka, sem eru erfiðleikar, sem að eru að synga og alls konar svona. Þannig að við þurfum að vera þolinmóð við hver annari, að því ég með mínar eigin byrðir, ég með mistök sem að ég kannski geri, og þú ert líka með þínum eigin byrðum. Þannig að þegar ég sé að þú fellur í gildru og ert að gera eitthvað órétt, ef ég fer að dæma þig þegar eitthvað lendir, þá eins og Guð segir, ekki vera að dæma aðra, því þú gætir líka fallið. Þannig að þess vegna verið að segja að bera hvers annar byrðar og uppfylli þannig lögmál Krist. Þannig að það bara svarið vers 1 að ef einhver fellur, að sá sem að hógvær geti leiðrétt manneskjunni með kærleika. En svo í vers, þannig að þegar hann segir beri hvers annar byrði, þá Guð að segja verið miskunnarfullir og þolinmóð við hvor annari. Og í vers 5 stendur, við höldum áfram fyrir vers 3, sá sem þykist vera nokkurinn þó ekkert rekur sjálfum sig á tálar. Þannig að það Guð að segja ekki hægt á sér svo fullkomin að dæma aðra.
Og í vers 4. En sér hver rannsaki breytni sjálfs sín og þá mun hann hafa hrósunarefni í samanburði við sjálfan sig. En ekki miðað við aðra. Þannig að ég sé hvernig ég að haga mér. Og ég segi sjálf, ég að haga mér vel, ég að gera réttu hlutina og mun gera réttu hlutina. Ég að gera réttu hlutina en ég ekki að segja við fólk að ég sé fullkomin. Að ég sé fullkomin og að ég sé ekki að gera vondu hlutina. Þannig að ég held þessu fyrir mér einnig. Og það stendur hér í vers 5, því að sér hver mun verða að bera sína virði. Það er ekkert ósamræmi hér, heldur við verið að segja að það eru hver og einn með sína byrði. Þannig að það hver og einn með mistökin. Og sem mannkynni getum við ekki verið að dæma hver annari. Því ef ég líka maður, ég bara maður, að þá geti líka kannski bara dottið fallið í gildruna. Þannig að það í raun og veru að segja ekki vera að dæma, ekki vera að segja neitt við hann eða fólk. Þú heldur hlutina fyrir sjálfan þig, þannig að það ekki ósamræmi hér. Ok, við höldum áfram. Góðan daginn, systir. Þetta fyrsta skipti sem að ég svo nálægt hér. Mér langar að biðjast afsökunar. Af því þegar ég kom í kirkjuna fyrst, dæmdi ég allt. Ég efaðist öllu og dæmdi öllu. Ég spurði alltaf, hver þessi María Luisa sem alltaf verið að tala í kirkjuna. Þangað til ég las bókina upplifanir sem að þú gafst út. Og mér langar að biðja afsökunar út af öllu þessu. Ég svolítið taugaóstyrk. Spurningin sem ég hef í Júda. Við vitum að Júda, hann var svikari og hann svikjaði Jesú Kristur. Hann hafði möguleika til að vera með Jesú Kristur eins og við höfum fengið tækifæri með þér. En Júdas, við vitum að hann var svikari og mér langar að vita hvort þetta hafi verið áætlun sem að Guð hafði. Fyrir öllum hinnu sem að Guð vildi gera. Eða hvort þetta hafi verið eitthvað sem að hann valdi, eða hvort sem að hann hafi valið sjálfur að gera það. Júda sem í Biblíunni er ekki svo sem að var að svíkja Guði. Það var ekki hann. Þessi Júdas annar, hann var postull. Júdas sem að svíkjaði Jesú Kristur, hann dó. Hann dó á þeirri dögum sem að hann svíkjaði Jesú Kristur. Það stendur í Biblíunni í söguna að hann hengdi sjálfan sig. Systirinn spyr hvort þetta hafi verið ákvörðun sem að hann tók sjálfur eða hvort þetta hafi verið áætlun sem að Guð hafði. Málið það þannig að þegar Guð sér að mannkynið gerir ekki vilja Guðs og þau eru að synga og eru ekki að gera réttu hlutina, að þá fylgist Guð með þessu fólki og þetta fólk að gera slæma hluti og eru að ljúga og Guð gefur þeim tækifæri til þess að iðrast. En ef þau iðrast ekki og halda áfram að gera slæma hluti, þetta fólki sem að Guð í raun og veru skilur eftir til þess að nota þá til þess að lifa óvininum, að leyfa að nota þau og þannig getur Guð refsað þau.
Og Guð sá að þessi Júdas kom frá fjölskyldu sem að gerði alltaf allt á móti Guði og Júdas var ekki hreinskilinn. Guð vildi að Júdas var ekki hreinskilinn, vildi ekki elska Guð, vildi ekki vera hreinskilinn, þannig að Guð þá sá að kynslóðin hans eða allir sem koma frá honum gerðu alltaf slæma hluti. Þá sagði Guð, já, ég ætla að refsa honum. Hann er ekki góður maður og leyfði honum að gera það sem hann gerði. Og þess vegna leyfði Guð fólkinu að gera slæma hluti. Hann beið og leyfði þeim að gera eins og þau vildu og þegar Guð var búinn að fá nóg byrjaði hann að refsa. Og Guð gerir það sama núna. Guð horfir á fólki sem gerir slæma hluti, sem að synga og hann fylgist með þeim. Þangað til að hann búinn að fá nóg. Þegar hann búinn að fá nóg þá leyfir Guð þeim að vera og gera svo slæma hluti og refsar þau síðan. Góðan daginn, systir María Luisa og bræður. Guð blessi þig, vertu velkomin til Spánar. Mér langar að gera spurning Biblíuna sem í 1. Mósesbók kapli 3, vers 24. Og stendur, og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan Edengard og loga hins sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Ég skil að þetta var eitthvað líkamleg sem að eins og þegar Guð skapaði öllum, en mér langar að spyrja hvort það sé einhver andleg útskýring á bak við þetta. Þegar við höfum skilið að tré lífsins tákn fyrir Jesú Kristur og kerúbana og þessi sverð eru líka tákn. Og þegar Guð segir setti kerúbana fyrir austan Edengard og loga hins sveipanda sverð, það langar mig að spyrja hvort þetta hafi verið tákn fyrir þegar við krossfestum Jesú Kristur. Sagan segir að Guð setti engill með sverð, með loga, til þess að leyfa Adam og Evu ekki að fara yfir í tré lífsins. Og tré lífsins í þeim tíma var bara tré, var efnisleg. En já, tré lífsins táknlega séð Jesú Kristur. Og ástæðan fyrir því að Guð setti engillinn til þess að passa upp á var út af því að þau höfðu borðað frá tré lífsins, þá höfðu Guð þátt að fyrirgefa þeim og mátti ekki refsa það eins og hann var búinn að áætla. Og tré lífsins segir Jesú Kristur að eftir að Adam og Eva mistu af þóknun Guði, Guð hendi þeim út úr paradísinum og setti þeim í jörðina. Hér jörðina eins og öll venjuleg og Guð tók þennan paradís og því þennan paradís var eitthvað himleg, það var andleg. En Guð kannski setti paradísin og gerir það efnisleg svo að Adam og Eva gætu njótið frá því. En það stendur að Guð hefur látið paradísin hverfa. En þann paradís til, það andleg. Í þennan paradís munum við vera, að því hér í opinbera bók stendur að við munum lifa
á þennan paradís sem að Guð hefur sett fyrir Adam og Evu og við munum lífa í paradísin. Og þess vegna efnislega fólk í heiminn fann eða fólk í jörðina fann aldrei fyrir þennan paradís sem að stendur í Bíblíuna, fundu það aldrei. Það engin ták þannig séð með sverðið og eldin, heldur það að Guð setti það þannig svo þau kæmust ekki í tré lífsins. Þannig að Guð eyðilagði paradísin og tók Adam og Eva út úr því, svo þau gætu farið að lifa sem venjulegar manneskjur í jörðina. Þannig að tré lífsins táknin fyrir Jesú Kristur. Þannig að það hann ennþá þar og það ennþá stendur ennþá tré lífsins sé þar og þar ætlum við að njóta með Guði að hann sé þennan tré lífsins og hann gefur þessar ávextir og við borðum frá því. Það það sem stendur sem andlega hlutina sem við fáum frá Guði. Við ætlum að halda áfram með annarri spurningu. Góðan daginn, systir, Guð blessi þig. Það okkar ánægja að hafa þig hér í Spáni og mér langar að þakka Guði og þér líka. Mér langar að spyrja í 1. Jóhannes, kapli 5, vers 4 og 5. Fyrsta bréf Jóhannesar, kapli 5, vers 4 og 5. Því að allt sem af Guði fætt sigrar heiminn og trú vor, hún sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Hver sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Mér langar að fá þig til að útskýra þessi 2 vers fyrir okkur að því kirkjan trúir að Jesús sé sonur Guðs og við höfum sigrað heiminn. Ok, ef við förum aftur, fyrsta bréf Jóhannesar, kapli 5, vers 4. Því að allt sem af Guði fætt sigrar heiminn. Og hverjir fætt af Guði? Það börn Guðs, það menn og karl og kvenmenn sem að hafa trúið á Guð, sem að leita að Guði, sem að uppfylla boðorðin, sem börn Guðs og hafa sigrað heiminn. Það við, þannig að þau sem trúa á Guði og gera hans vilja, þetta þau sem að trúa á Jesú Kristur og Guð. Hverjir annars stendur hér? Hver sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Þegar manneskjan trúir að Jesús sé sonur Guðs byrjar leiðin. Þegar fólk segir ég trúi að Jesús sé sonur Guðs, ég trúi að Jesús sé Guð sjálfur, ég trúi að Jesús og Guð og heilagur andri séu sem sagt eitt saman. Þar byrjar vegurinn minn með Guði. Og þegar Guð byrjar að segja við okkur lestu boðorðin, þá byrjum við að lesa boðorðin, lögmáli Guðs, og við þurfum að setja það að verkum í lífið okkar. Þannig að þá segjum við, ok, nú þarf ég að læra boðorðin og setja þau að verkum. Og þegar ég búin að setja þau að verkum sem að labba í burtu frá syndunum og að hætta að synda og að reyna, þá byrjar Guð að gefa mér andlegar gjafir og Guð byrjar að breyta okkur sem börn Guðs. Og sem börn Guðs að þá sigrum við heiminn. Af því ef að heimurinn, fólkið í heiminn kemur á móti mér til þess að reyna að freista mér, til þess að sjá hvort að ég muni syndga, ef að ég barn Guðs, þá hef ég nægum mikið vald til þess að sigra heiminn, til þess að sigra óvinum. Þannig að það það sem heimurinn, þessi syndir og allt þetta slæm, og þess vegna segir að börn Guðs hafa sigrað heiminn, að við hættum að
við hættum að syndga. Því við höfum nóg mikið vald til að segja nei. Og af hverju það? Því við höfum trúað að Jesú Kristur sé sonur Guðs, að það ekki allir sem að trúa á þessu. Og sá sem trúir ekki, mun ekki hægt að syndga og mun alltaf vera í öðrum trúarbrögðum og mun aldrei skilja sannleikann. Þannig að við erum að gefa Guði það virðin sem hann á skilið og hann að hjálpa okkur og við munum vera hér að sigra heiminn. Og heimurinn eru þessar slæmar hlutir. Þessar slæmar hluti og syndarnir. Fólki sem að gera allt þetta slæma. Það það sem að heimurinn og við sem börn Guðs þurfum að sigra. Að sigra þetta, að leyfa þessu ekki að vinna. Heldur að stjórna okkur, að stjórna þessu og við munum þá í staðinn að dæma allt þetta fólk sem að að syndga. Að dæma allt sem slæmt. Og það það sem að gera það að verkum að Guð blessir okkur sem börn Guðs. Við ætlum að halda áfram. Góðan daginn, systir. Mér langar að heilsa upp á þig frá Galícia. Mér langar að gera spurning. Systir, spurningin kemur að við í kirkjuna Mér langar að spyrja fólk sem ekki kannski ánægð að fullu með lífið sitt, því það eru hlutir sem að okkur langar. Við erum með hlutir sem okkur langar, sem að Guð lofar okkur, en við viljum ekki leggja okkur fram til að fá þessar blessanir. Mér langar að spyrja því hvernig við getum gert. Hvernig við getum gert til að vera ánægð, ekki að horfa á það sem eru kringum okkur alltaf og bera okkur saman. Já, bróðir, það sem við þurfum að gera, við þurfum ekki að vera að bera okkur saman með öðrum, ekki að vilja hafa allt sem að aðri vilja. Við þurfum að vera þolinmóð og ekki, við þurfum að bíða í öllu sem að Guð hefur lofað okkur og halda þessu hjartað okkar og lesa Biblíuna og hlusta á vitnisburðin. Og bara hugsa hvað við erum heppin að vera hér, að vera með Guði og hægt að vilja fá það sem að aðrir eiga, það sem að aðrir eru með. Og svona munum við vera að læra. Hægt og rólega munum við að læra hvernig við eigum að vera glöð með það sem við eigum. Og það það sem að vera andleg manneskja gerir. Að við byrjum að bíða, við lærum að bíða, að vera þolinmóð, að læra að það kemur alltaf tíman sem að Guð vill að það komi og þangað til mun Guð koma til okkar og blessa okkur þegar hann vill. Og við verðum alltaf hissa að því að sjá hvað Guð gefur fólki, hvað Guð að lofa öðrum og að uppfylla. Og við þurfum bara að sjá þegar Guð gefur okkur lofvörð, hann gefur líka skilyrði. Þannig að við gerum skilyrði og bíðum, þá mun Guð gefa okkur blessanir. En svona virkar Guð. Hann ást, hann kærleiki, við þurfum að leggja okkur fram líka. Nú ætlum við að standa upp og við ætlum að biðja. Ég ætla að biðja í dag fyrir líkamlegu veikindi, fyrir andlegu veikindi, fyrir seiðiskraftur, fyrir hvers konar veikindi. Ólæknanleg veikindi líka. Að því að
eftir bæninum ætla ég ekki að gefa handa yfirlagningu. Þannig að með því að biðja, vitið þið, þá vitið þið að Guð hefur komið til ykkar og hann mun blessa ykkur. Við ætlum að biðja fyrir veikindin, fyrir Guð að blessa okkur, fyrir óskir hjarta okkar. Þannig að segðu við Guð núna, það stendur í sálmanna að þú munt ræta að þú mun uppfylla óskir hjarta minnar. Það er þín loforð. Þannig að við tölum svona við Guð þegar við viljum að hann gerir sig opinber í lífi okkar. Nú ætlum við að biðja til Guðs og fallegur Faðir, takk fyrir blessarnir, takk fyrir kærleikann, takk fyrir miskunnina á þessum degi og á þessum tímum. Og Guð, takk að því við erum hér fyrir framan nærvera þína, við erum að íhuga og rannsaka í þínu orði. Við erum að íhuga og rannsaka mörgum hlutum sem að gerðu fyrir fólki, og að því þú ert sá sami í dag, í gær og að eilífu. Þú ert hér með okkur í dag, og Guð, eins og þú varst með þessum stórkostlegu fólki í fortíðina, og þú gafst þeim lög og þú gafst þau skilyrði, og þú gerir það sama í dag með okkur, og Guð, nema með einni munur að við erum í dag að njóta frá andveru anda þínum, og við erum að njóta frá andlegu gjöfunum og loforðum og orðið þitt og draumana og sýnir, og Guð, að njóta frá þessari visku og þekkingu og andlegu gjöfunum sem að þú gefur okkar. Og við finnum fyrir andvera því nálæg, og í fortíðina fékk fólk ekki tækifæri að upplifa þessa hluti með þér, og Guð, en í dag er það okkar ábyrgð að halda þessu. Þú ert hér með okkur, og Guð, hjálpaðu okkur og kenndu okkur að lofa þig, og Guð, að gefa þér dyrðina, að lofa þínu nafni. Hjálpað okkur að lofa nafni þínu, að virða og að kunna meta orðið þitt, og Guð, að virða allt sem þú gerir fyrir okkur, og Guð, takk fyrir að gefa okkur stuðning alþjóðlega, og Guð, mér langar að biðja þig, og Guð, að lækna veikindi, öll veikindi, andleg, líkamleg, og að þú verðir að lækna þessum veikindum, að hjálpa okkur. Hjálpaðu hverjum og einum sem er að þjást, og blessaður Faðir, hafðu miskunn fyrir okkur. Mér langar einnig að biðja þig að hjálpa okkur að verða okkur frá illskunni. Frelsaðu okkur, hreinsaðu hjartað okkar, ó Guð, takk og himlegur Faðir, takk fyrir kærleikann þín, takk fyrir miskunnina þína. Blessaðu bræðurnir og systurnar og allir sem hafa komið hér, þó það sé fyrsta skipti, og þau sem eru að horfa á okkur, verð þú, ó Guð, að leggja út hönd þína, verð þú að blessa hverjum og einu, gefðu þeim sigur. Verð þú, ó Guð, að blessa þeim og frelsa þeim. Og Guð, við viljum biðja þig, ó Guð, að vera hér með okkur, og við viljum þakka þér fyrir miskunna sem þú hefur fyrir okkur, ó Guð. Og nafn þitt sé lofaður að eilífu, ó Guð, i nafni Jesu Cristo. Y por tu santa bondad que tienes con nosotros, mi Señor. La gloria y la alabanza sean para ti, desde ahora y para siempre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa
a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Þýr sé Guði, þökk sé Guði. Guð blessi ykkur öll og takk fyrir og Guð blessi ykkur öll, stórkostlega bræður og systur, takk.